beinni frá Alþingi. Það margt að gerast hér á Reykjanesi varðandi orkumál og jarðhitann okkar og allt slíkt. Það bæði jarðhræringar en svo líka bara mikið að gerast í orkumálunum almennt. Því ég fengið til mín hann Jóhann Snorra Sigurbergsson, forstöðumann viðskiptaþróunar hjá HS Orku til þess að koma og ræða öll þessi mál við okkur. Hann hafsjór og fróðleikur þetta. Velkomin, Jóhann. Takk fyrir. Það óhætt að segja þessi líf og fjör hjá ykkur í HS Orku núna. Ef við bara byrjum á því sem að gerast í þessa dagana, það eru jarðhræringarnar. Það bara hrista svolítið upp í ykkur síðasta árið og hvernig, bara byrjum á því, hvernig horfir þetta við ykkur, sko? Já, við erum auðvitað þannig staðsett og svona svipað svo þú ert náttúrulega bara heimahöður, við erum alveg við Grindavík og í Svartsengi og það er búið að hrista svolítið vel upp í okkur núna í rúmlega 1 ár. Okkar bransi er þannig að hann er svo merkilegt það að það er alltaf ákveðin hópur sem starfar með okkur sem að svona fagnar því þegar jörðin hristist. Það þýðir að það er líf þarna niðri og þetta brýtur upp bergið og einhver alls konar lekt í kerfinu sem getur bara einfaldlega bætt jarðhitakerfið okkar. Þannig að jarðskjálftar eru eitthvað sem við bara búum við og við vitum að við þurfum að búa við í þessum geira sem við erum í. Þetta var heldur mikið að því góða fannst okkur kannski þegar þetta hætti ekki heilt ár og svo alltaf keyrðum þverbak fyrir hvað mánuði síðan eða hvað kom sem mesta skjálftahreina. Eina skipti sem ég hlaupið út úr skrifstofunum var eitthvað eitt skipti, þá var 3. í röð og hann var langt minnstur en hann var næst okkur. Þannig að maður fann svo vel fyrir honum. En þannig að þetta auðvitað hefur valdið okkur áhyggjum í allt þetta tímabil og þá ekki síst þessi yfirvofandi hætta á eldgosi og hvar það myndi koma upp. Því að við auðvitað erum með heilmikla innviði, við erum með virkjanirnar okkar í Svartsengi og höfuðstöðvarnar og svo liggja þetta pípu þvers og kruss frá holum og við erum með vatnspípur inn í Grindavík og inn í Reykjanesbæ og þetta svo bara vatnstökusvæðið okkar í lágum. Þannig að við vorum búin að eyða stærstur hluta af þessum síðustu 12 mánuðum í að teikna upp alls konar sviðsmyndir og þetta er góður samstarfi við almannavarnir og alla þessa aðila sem eru að fylgjast með þessu hálfu kannski frekar yfirvald og stjórnvalda. Þannig að við svo sem, vorum við öllu búin og þó að sé kannski fyrir að segja það, þá kom þetta eldgos auðvitað upp bara á afskaplega fínum stað, sko. Já. Það er allavega mikið að gerast þess að þetta hafi bein áhrif á okkar innviði. Þannig að það er mjög jákvætt. Já, ykkar innviði, sko, en eins og að lýsa, þá skiljið þið þannig að þetta eru bæði ógnir, en þetta er líka möguleg tækifæri eða svona gæti orðið búbót. Hafið þið séð eitthvað svoleiðis? Eða hafið einhver gufuþrýstingur eða einhver hiti eða hafið þið séð einhverja slíka breytingar? Nei, engar svona, ekki séð neinar afgerandi breytingar. Það er alltaf einhverja breytingar sem við sjáum í kerfinu við svona jarðhræringar. En það hefur ekkert gerst og það í sjálfsög bara jákvætt, sko. Það að allur þrýstingur og staðan á jarðhitakerfinu þarna í Svartsengi er bara, hún er bara eins og hún er mjög sterk. Þetta er mjög öflugt svæði þegar kemur að þessu að það er mjög stöðugt, kerfið er mjög stöðugt og það er mjög jákvætt og það haldist vel í gegnum þetta allt saman. Þannig að þetta Þannig að allt heita vatn Suðurnesja, það kemur allt bara frá þessu einu æð. Já, það er heita vatnið á Suðurnesjum með þetta er þannig að við tökum upp ferskvatn úr lágum þarna rétt hjá okkur, orkuverinu og við notum svona hitaskipta og við hitum upp bara ferskvatn. Og svo er það því að þetta bara dreift annars vegar í átt að Reykjanesbæ og Fitjar og svo inn í Grindavík. Og þetta er viðkvæmt ástand ef eitthvað gerist. Það yrði stór mál ef að hitaveituæðarnar færi sundur, og ef hálfu sérstaklega veri eldgos eða eitthvað svona hraunflæði sem færi þar yfir og þess vegna höfðu við alveg áhyggjur því hvað þetta kemur upp. En svo það nú þannig að þessir jarðvísindamenn virðast nú geta sagt fyrir það með svona nokkur vissu hvar, gefa þér nokkra möguleika, þetta getur komið upp hérna. Þannig að það er svona
með tilliti þess þá þetta ágætlega staðsetti. Það engar svona sprungurinnar sem liggja þarna yfir þetta svæði, sko. Akkurat, þannig að, örugglega hefur einhver þekking á sínum tíma verið þegar þetta var allt saman lagt. En þarf ekki samt að huga að þessu að hafa einhvern annan innvið í því að búa til heita vatni í framtíðinni? Af því að nú vitum við ekkert hvar næsti kvikugangur myndast og annað slíkt, sko. Jú, sko, við erum þetta svolítið bundin af því í þessu að sko, til þess að geta framleitt heitt vatn eins og við gerum það, þá þurfum við að vera á jarðhitasvæði. Og ef þú ert á jarðhitasvæði þá ertu auðvitað alltaf með ákveðna áhættu af hvort sem jarðskjálftum eða eldgosi. En við höfum lengi vel talað fyrir því að svæði í Krýsuvík gæti verið kjörið til þess að framleiða heitt vatn og þá rafmagn og heitt vatn á sama tíma. Með því væri hægt að tengja mögulega einhvers konar aðra línu í áttina að Reykjanesi út í Reykjanesbæ eða Grindavík og þá jafnvel inn í Hafnarfjörð líka, af því að þessi hætta allt eins fyrir Reykvíkinga eins og okkur sem búum hérna á Reykjanesum. Það getur bara verið annað svæði sem gís. Þetta nokkurn veginn allt sama háhitasvæði. Það liggur þvert yfir landið og við erum að vinna í sjálfsög á sömu flekaskilum eða sömu sprungusvæðum eins og Orkuveita Reykjavíkur. Akkurat. Svona áður við förum út í tækifærin, það svona smá þá hliðarspurning út frá þessu. Því við ætlum að ræða kannski aðeins auðlindagarðinn og tækifærin í orkunni á eftir, að það varðandi mögulega sorpbrennslu, gagnaverin með hitaskipta og annað. Þetta kannski meira HS veitur, veit ég, en tengist ykkur einhverju leyti. Hvaða magn getur slíkt verið að framleiða heitu vatni og myndi það vera einhver lausn eða myndi það vera einhver svona neyðarviðbragð eða annað slíkt, sko? Já, sko, ég ekki alveg með þær stærðir, sko. Við vitum eins og gagnaver Advania sem á Fitjum, að það alveg heill hellingur af varma sem verður þar til og þeir til að mynda að byggja upp í Svíþjóð þar sem að hluta af þeirra svona viðskiptamódeli að selja varmann til þess að hita upp vatn til húshitunar. Þetta hefur ekki verið skoðað að neinu ráði hérna hvað þetta mikið, hvað þetta geti gert. Þetta auðvitað óheilegt magn af heitu vatni sem við notum hérna á Íslandi og á þessu svæði. Sorpbrennslan aftur á móti sem þú talar það náttúrulega í umræðin að byggja stóra sorpbrennslu, eina stóra sorpbrennslu á Íslandi. Mín svona persónulega skoðun svo að svæði fyrir hana væri alveg kjörið í Helguvík. Þar kæmi alveg óheilegt magn af varma sem væri þá að tengja inn á kerfi HS Veitna sem þá einhvers konar svona bæði viðbót og varaafl. Við höfum reglulega, ég meina það örfá ár síðan við stækkuðum hitaveitu framleiðslunni okkur úr að mig minnir 120 eða 40 megawatt af varma upp í 190 megawatt og það var bara komin á damp og síðan þá hefur svæði hérna á Reykjanesi hefur bara vaxið. Það rosalega mikið fólksfjölgun og þörfin fyrir heitt vatn hún eykst og hún mun halda áfram að aukast meðan að fólki fjölgar á svæðinu, sko. Þannig að svona lausnir að hugsa þetta aðeins öðruvísi og á sama tíma vera að búa til iðnað sem þörf á Íslandi. Við erum að flytja til hellingasorpi með skipum, við erum að brenna fyrir okkur í Skandinavíu og þess að verkefni sem við getum allt eins unni hérna heima og ættum í rauninni að gera, sko. Þetta eru þróaður iðnaður og hefur svona margvísleg jákvæð hliðarverkanir. Og þessi staðsetning, þetta hljómar aldrei vel að tala einhverja sorpbrennslu en þetta eitthvað sem við þurfum að gera og þetta kemur í staðinn fyrir alls konar aðra lausnir sem við erum með í dag og getur bætt þessu við að þetta geti nýst til þess að auka einhvers konar auka framleiðslu á heita vatni, auka öryggi í hitaveitu hlutanum, allan fyrir þann hluta af Reykjanesskaganum sem væri þá næst þessu. Þetta ágætis viðskiptavinur ykkur líka, það ekki? Gæti orðið það? Ég gæti orðið ágætis viðskiptavinur okkar og við getum orðið ágætis viðskiptavinur þeirra því að þú getur líka framleitt rafmagn þarna sem við hugsanlega hefðum áhuga á að kaupa. Við framleiðum náttúrulega
megin þorran á okkar raforku en við kaupum líka raforku á nánast öllum svona sjálfstæðum smávirkjunum landsins til þess að bæta í okkar svona orkupúlju. Já, kannski bara áður og heldur lengur. Það var kannski bara gaman að fá svona stutta kynningu einmitt á ykkur, veist. Hvað eru þið að gera og svona helsta? Já, HS Orka er auðvitað stærsti og nánast eini hvað við segja orkuframleiðendur á Íslandi sem ekki í opinberri eigu. Það er fyrirtækið í eigu helmingi eigu íslenska lífeyrissjóða, 14 íslenski lífeyrissjóðir sem eiga þetta í samstarfi gegnum fyrirtæki eða félag sem heitir Jarðvarmi og svo 50% í eigu evrópsks innviðasjóð sem heitir Ankala Partners sem að lífeyrissjóðirnir í sjálfu sér fengu með sér í þetta verkefni þegar þeir keyptu allt fyrirtækið upp 2019. Menn kannski muni eftir nafninu Ross Beatty sem var svona aðaleigandinn að stærstu hluta fyrirtækinu frá 2011 minni til 2019. Alls konar eigendaskipti, eða svona fyrirtækjaskipti þar á bakvið og samrunar en hann var svona nafnið á bakvið þetta. 2019 kaupa lífeyrissjóðirnir allt fyrirtækið og fá með sér þennan evrópska innviða fjárfestingarsjóð sem svona helmingseigendur á móti þeim. Þannig að við, fyrirtækið var stofnað 1974 og í þeim tilgangi fyrst og fremst að sækja heitt vatn til húshitunar á svæðinu. Raforkan og raforkuframleiðslan var í sjálfu sér aukaafurð til að byrja með. Ástæðan fyrir því að Hitaveita Suðurnesja að byrja að framleiða raforku var til þess að tryggja raforkuöryggi hjá sjálfu sér. Það var kerfi á þessum tíma var engan veginn eins stöðugt eða stöndugt og er í dag flutningskerfi á raforku. Þannig að það urðu tíðir útslættir og þetta voru svona rekstrarráhætta. Þess vegna var ákveðið að nýta hluta af gufunni til þess að framleiða raforku. Síðan þá hefur fyrirtækið þetta vaxið og dafnað. Þetta var 1 megawatt af raforkuframleiðsla til að byrja með kringum svona 1976-77. En í dag framleiðum við á Suðurnesjum erum við með uppsett afl upp á 174 megawatt, 74 megawatt í Reykjanesi í Svartsengi sem upphaflega virkjunin okkar og sem byggðist upp í þessi 74 megawatt í 6 áföngum. Og svo erum við með 100 megawatt uppsett afl á Reykjanesi. Þess fyrir utan þá erum við nýbúin að setja í gang litla 10 megawatt eða 9,9 megawatt af vatnsaflsvirkjun í Tungufljótum, í Biskupstungum, sem svona rennslisvirkjun og unnið áþekk jarðvarmanum og hún framleiðir jafn mikla raforku allt árið kring. Og þannig að þetta svona raforkuframleiðslan og hitaveituframleiðslan hefur svo vaxið og dafnað á sama tíma og í Svartsengi, hún er fyrst og fremst, hún er eingöngu þar. Og til þess að, eins og ég sagði áðan, til þess að þetta þá samtals 185 megawatt en svo kaupum við líklega í kringu 30 megawatt af litlum svona sjálfstæðum vatnsaflsvirkjunum hér og þar á landið. Og þeirra stærsti Fjarðarárvirkjun sem á Fjarðarheiði við Seyðisfjörð. 10 megawatt. Hvað vinna margir hjá HS Orku? Í dag eru nákvæmlega 71 starfsmaður í fyrirtækinu. Og þetta er auðvitað svona, hvað að segja, þetta svona tiltölulega lítil starfsemi. Ég meina við höfum stundum talað það að 71 starfsmaður í þessu fyrirtæki en í kringum Auðlindagarðinn sem ég kannski segi betur frá eftir hafa verið þegar mest lét svona líklega svona kringum 15 til 1800 bein störf. Og það er auðvitað mjög svona áhugaverð bein efnahagsleg afleiðing af þessu rekstri sem við erum í að Auðlindagarðurinn sem er hugafóstur Alberts Albertssonar sem hefur starfað hjá fyrirtækinu síðan 1976 að mig minnir sem yfirverkfræðingur og aðstoðarforstjóri og ber núna þann áhugaverða titil að hann er með titilinn Hugsuður, visionary á ensku og hann er alltaf svona, hvað við segja, hann er 72 ára gamall, ennþá með fulla starfsorku og það þarf eiginlega að hægja á honum frekar en hitt en hann fekk þennan titil fyrir nokkrum árum síðan til þess að létta af honum þessum daglegum rekstrarstörfum og leyfa honum að einbeita sig að því sem hann vildi gera, sem við vitum að verður bæði fyrirtækinu og bara samfélaginu öllu til heilla, hann er þannig maður. En hann gekk með í maganu lengi vel þess að hugmynd Auðlindagarða sem það ætti aldrei að líta á neitt sem úrgang,
heldur væri allt það sem fellur til að mynda við okkar framleiðslu gæti verið einhvers annars auðlind. Akkurat. Segðu okkur bara aðeins frá auðlindagrunninum. Hvernig staðan á honum? Hver eru svona lykilatriðin þar, og helstu skrautfæðrirnar? Já, skýrasta dæmið auðlindagrunnin er auðvitað Bláa lónið. Bláa lónið í sjálfu sér, þú ert úr Grindavík, þú þekki söguna, það myndaðist eitthvað pollur fyrir utan virkjuninni í Svartsengi á sínu tíma og svo fóru menn að baða sig í þessu, einhverju úlingar fóru að baða sig í þessu og svona menn sáu að fyrir sig þetta var fallegt blátt lón og svona þægilegur hiti á þessu í kringu 40 gráðurnar. Þannig að menn voru að laumast þarna föstudagskvöld og laugardagskvöld og svona byrjaði svona á þann hátt. Þangað til að menn áttuðu sig á því að í þessum vökva væri eitthvað meira heldur en bara sko vökun sjálfi, þá væri það svona steinefni og efni sem hefðu jákvæð áhrif á til að mynda húðina og úr því verður þetta lækningakonsept og heilsukonsept úr Bláa lónið til. En Bláa lónið, þegar mest lét voru þeir að velta, ég man ekki hvað það var mikið, en fyrirtækjurinn eru stærri rekstrarreikningur heldur en HS Orku sjálfri og þetta fyrirtæki sem að eingöngu til út af því að menn sáu það að úrgangurinn frá HS Orku var ekki úrgangur, heldur var þetta bara einfaldlega auðlind sem þurfti bara að finna út hvernig var þetta að nýta sem best. Þannig að frá Bláa lónið 860 starfsmenn hjá Bláa lónið. Já, þegar best lét, það þetta eitthvað minna núna en þetta tímabundna ástand sem við erum í núna vonandi bara klárast og þá heldur þessi stórkostlega saga bara áfram. En þetta svona ég segi, þetta fyrsta dæmi sem svona mjög augljóst, en það eru ýmsar önnur fyrirtæki sem eru í garðinum sem að vinna á svipaðan hátt. Við getum talað Stolt Seafarm sem líklega, ég held að þessi stærsta fiskeldi á Íslandi, ræktar seningaflúru sem hlýsjávarfiskur sem yfirleitt ræktaður bara undan ströndum Spánar. Þeir nota kælivatnið frá Reykjanesvirkjun til þess að rækta fiskinn. Kælivatnið í Reykjanesvirkjun er svolítið öðruvísi heldur en víðast hvar annars staðar að við notum sjó til þess að kæla sem kælivatni í virkjunina. Drögum sjóinn upp í gegnum bergið og með að draga hann í gegnum bergið þá hverfa öll óhreinindi og allt líf og allt úr þessu, þetta algjörlega tær sjór. Það kemur inn í virkjunni í kringum 8 gráður og fer út í kringum 35 gráður. Þannig að við erum með 35 gráðu heitan sjó sem er algjörlega hreinn og laus við allt sem heiti getur óæskileg efni eða skítur eða eitthvað þannig. Og Stolt Seafarm, við dælum þessu upp fyrir gegnum vélarnar og veitum þessu aftur til sjávar. Stolt Seafarm, þeir tengja sig inn á lögnina bara á leiðinni til sjávar og leiða þetta inn í fiskeldi á sér og rækta þar, blanda svolítið af sínum eigin sjó til þess að fá 21 gráðu heitt vatn og rækta þar þessa seningaflúru. Þetta er náttúrulega frábært dæmi eitthvað sem að annars þú væri bara að henda og þetta er ekki einu sinni úrgangur, þetta er bara sjó sem kemur inn og sjó sem fer út, en með að fara í gegnum þetta, við verðum svona hálfgerðu varmaskipti fyrir þá er þetta búið til þennan flotta iðnað og það eru mikill áhuga á þessari vöru eðlilega því að þetta er erfitt að finna þetta. Við sjáum að dæla þessu upp og þetta fellur niður og það stærsti kostnaður við fiskeldi til að mynda eitt af því það er að dæla vatni og þú losnar við stærsta hluta þeim kostnaði með að gera þetta svona. Svo auðvitað erum við með hausaþurrkar tvær út á Reykjanesi, Laugafisk og Haustak, bæði frábær fyrirtæki og þau nota varmann frá orkuverunum til þess að þurrka fiskinn. Og við vorum að nota svona afgangsgufu en núna erum við búin að byggja nokkurs konar varmaveitu á Reykjanesi. Þannig að þeir fá heitt vatn frá okkur þarna út frá til þess að þurrka fiskinn. Carbon recycling er annað gott dæmi. Þeir fá frá okkur gufu, þeir fá okkur koltvísýring. Það er nú eitt dæmi, þessi koltvísýringur sem verður til, þessi náttúrulegi koltvísýringur sem verður til við jarðvarmavinnslu. Í honum felast gríðarleg verðmæti. Það sem að þarf að finna leiðir og við erum svo sem búin að gera margt í því, finna leiðir hvernig má nýta, fyrirtæki geta nýtt sér til þess að í sína starfsemi. Og sem dæmi, við erum með svona pröfu, svona pilot plant í Svartsengi, lítinn gám frá dönsku fyrirtæki sem heitir Haldor Topsøe, þar
þar sem við erum að hreinsa brennisteinsvetnið út úr þessum koltvísýringi og úr verður þá svona nánast food grade koltvísýringur, ekki alveg en mjög nálægt því. Þetta eru 7.000 tonn sem að fara þarna í gegn og til samanburðar þá heildarnotkun í Íslandi eitthvað í kringum 7.000 tonn og ég held að svona 60-70% af því sé flutt inn. Og sama tíma við erum með hjá okkur, við erum með þessa vöru náttúrulega endurnýjanlega og það hafa verið vandamál með að fá koltvísýring víða í Evrópu. 2018 til það var bara skortur, en það verður aldrei skortur ef að gera þetta svona. Nei. Og þetta er hreint og endurnýjanlegt og þarna eru gríðarleg tækifæri sem við erum að skoða og munum vonandi leysa í einhvern tímann í framtíðinni. Og þetta getur nýst í gróðurhús og hvað sem annað. Þannig þið eru bara að vera svona svipaðri vegferð og sjávarútvegurinn að nýta allt saman. Það er ekkert sjávarútvegurinn er svona frekar að detta inn á okkar vegferð. Við erum búin að vera að þessu síðan 1900. Já, eða það. Það var einhver sem sagði við mig þegar við vorum að tala við ykkur útlendinga og vorum að segja söguna á Albert og gott að var ekki bara Tómas forstjóri, hann sagði sko Albert er búin að tala um sustainability, löngu áður en menn kunna stafa sustainability sko, þannig að hann langt á undan sér samtíð þegar kemur að þessu sko. Utan þetta er það sem þetta staðar í dag, þetta er svona nánast einstakt á heimsvísu og svo þetta eru rosalega mörg tækifæri sem eru fólkin í því, við erum með mikið fókus á auðlindagarðinn sko að byggja hann upp og fá til landsins í mörgum tilvikum, auðvitað líka hugsanlega einhver íslensk fyrirtæki, fá til landsins fyrirtæki sem eru til sem að sjá sér hagið því að nýta eitthvað af þessum afurðum sem við höfum sem aukaafurð. Þannig að ég sé fyrir mér að það verði mikil uppbygging á Reykjanesi svona í tengstu við auðlindagarðinn á næstu árum. En eru þið með eitthvað í samstarfi við íslenskt vísindafólk, háskólasamfélag og annað til þess að reyna að finna út hvaða vörur og hvernig er hægt að nýta þetta enn frekar? Já, sko, við erum náttúrulega með bara innan hos okkur þetta er mikið af fólki sem er bara einblínir á þetta og þekkir þetta. Við höfum verið með þó nokkuð verkefni í tengslu við sko háskólana. Það er reyndar ekki, veit ekki hversu mikið af innlendu háskólanum hafa verið svona í beinni tengingu í okkur. Það var auðvitað þessi orkuklasi sem er háskólum í Reykjavík á sínum tíma sem við tókum þátt í. En við höfum verið með nemendur eins og frá Cornell í Bandaríkjunum sem hafa verið að fara í gegnum kísilútfyllingarnar og velta fyrir sér eða svona gera stúdíu á því hvort það sé hægt að taka einhvers konar góðmálma út úr því. Það er til að mynda gull og gull líklega í vinnanlegu magni í kísilútfyllingum hjá okkur. Já. Það eru alls konar svona pælingar sem er verið að vinna í og við höfum í gegnum tíðina lagt mikla áherslu á það að reyna að vera í góðu samstarfi við vísindasamfélagið og svo skólasamfélagið. Við vorum til að mynda stofnfélögum í Keili á sínum tíma. Akkurat, og svo náttúrulega Bláa lónið bara með heilt þróunarsetur sem að framleiða allar þörungana og snyrtivörurnar og allt úr kísilvörum. Já, þeir eru með en Bláa lónið sko, Bláa lónið tekur frá okkur eiginlega alla þá strauma sem við þekkjum í dag inn í þetta þróunarsetur. Þeir fá til að mynda að fá okkur koltvísýring fyrir þörungaræktina sína og gufu og annars konar. Þannig að þeir nota í rauninni miklu meira en bara Bláa lóns vökvann svokallaða sko. Akkurat. En núna í lokin þá var það kannski svo stóra stökki inn í framtíðina og ég hef svona orðið var við að þið eru að pæla mikið í. Það er vetnisframleiðslan og hvað vetni er að fara að gera fyrir okkur Íslendinga og af hverju það er ákjósanlegt. Já, sko við tölum reyndar ekkert endilega bara vetni, við notum þetta til hugtak sem heitir Power to X. Það er semst bara sko rafmagn í eitthvað annað og vetni fellur þar undir, ég meina það er ammóníak, metanól, metan, það er alls konar vörur sem hægt er að búa til út úr þessu og vetni er vissulega það sem að svona er mest rætt þessar mundir og vetni er líka oft bara grunnur að það er svona grunnur að einhverju annarri endaafurð. En við eins og bara mér sýnist svona heimurinn allur erum tiltölulega sannfærð það að vetni og þannig tengdar vörur muni vera nauðsynlegar til þess að halda áfram þessari grænu vegferð sem að heimurinn og Ísland og heimurinn hefur verið á. Vetni er auðvitað ekkert nýtt af nálinni og hugmyndir það að nýta vetni til að mynda í samgöngur hafa verið í umræðunni í fjöldamörg ár. En
við munum líka að það var það sama með rafbílana. Það var alltaf að tala rafbíla en svo kom einhverju svona einstaka svona skrýtnir bílar til landsins sem virkuðu ekki og drógu kannski 20 kilometra og máttur ekki með miðstöðin í gangi og þetta var svona erfið fæðing og eins þessi umræða hvort ætlaði að vera í rafmagni eða vetni þar sem menn voru einhvern veginn gátu ekki komast að einhverju niðurstöðu en svarið var þetta þannig að þetta engin samkeppni á milli þessara mismunandi orkuleiða eða þessara orkugjafa. Vetni þetta bara afleiðing, þú bara framleiðir vetni með raforku og vatni, þannig að þetta í sjálfu sér rafbílar, þessir vetnisbílar líka. En við sjáum það til að ég held að, og mér sýnist það svona vera það sem menn að tala að rafbílar það þessir heimilisbílar sem með, það auðvelt að hlaða heima hjá sér með litla hleðslustöð, það ódýrt, það þægilegt og svo einhverja svona hraðhleðslustöða til þess að toppa upp eins og staðan bara orðin í dag. En þegar kemur að vetni þá munum menn nýta það frekar á stóru flutningabílana, stóru flutningaskipin vera líklega betra að keyra áfram á vetni eða jafnvel ammoníak og svo mögulega í framtíðinum en það verður fyrsta vetnisflugið verður bara innan örfára ára, það bara búið að tilkynna það að það verður gert. Þannig að fyrir Ísland að við erum í dauðafæri að verða bara algjörlega sjálfum okkur nóg orku þegar þessi vetnisvæðingi komur svolítið lengra á veg. Þá hættum við að þurfa að flytja inn alla þessa orkugjafa sem eru óendurnýjanlegir og hafa alls konar neikvæðar afleiðingar umhverfið. Þá var þetta bæði risa umhverfismál og risa efnahagsmál. En við vorum einmitt að fjalla í umhverfis- og samgöngunefnd Alþingis og fluttum þingsályktunartillögu í framhaldi af þeirri umfjöllun. Airbus bara búin að segja það að þeir ætla að fljúga á vetni árinu 2035 sem nú bara á morgun í þessum heimi og vetni rúmmálsmeira heldur en núverandi eldsneyti. Þannig að þá verður Keflavíkurflugvöllur enn mikilvægari millilendingastöð heldur hún í dag. Þá eins og þurfum ekki að vera að flytja inn vetni til þess að selja þeim. Já, nákvæmlega og það, ég meina við Ísland ánum bara frekar að hugsa, við eigum að hugsa það að flytja út vetni heldur en inn það alveg tækifæri þar líka og þetta þú segir Airbus talar 2035, ég man ekki hverju það voru en það einhverjir sem ætla að fljúga innanlandsflugi einhvers staðar í heiminum bara 2024, þetta það nálægt að menn fara að prófa þetta. Þannig að tækifærin til staðar en auðvitað verður, við erum svona í fyrsta skrefinu, þetta svona hænan og eggi þegar kemur að til að mynda vetnisvæðingu bílaflotans. Það eru eiginlega bílar og það eru eiginlega vetnisframleiðsla, hvort á að koma undan. En það eitthvað, markaður mun bara íta okkur í þá átt sem að þarf. Þegar að menn byrja að framleiða vetni og menn byggja, kostur við til að mynda við vetnisframleiðslu hún mjög auðvelt að skala hana upp. Þannig að menn munu byrja með litlar vetniseiningar, það munu koma bílar, menn gera samning við, þetta bara mikilvægt að þessi stóru flutningsaðilar til dæmis á Íslandi stígi inn. Kom bara frétt í dag að Samskip komið með eitthvað komið með eitthvað skip sem á svona liquefied gas, Samskip búið að taka skref og ef þeir segja við viljum að taka bara bílaflotann okkar eða nokkra flutningabíla og keyra það á vetni, þá verður alltaf einhver sem að mun sjá framboðið þegar eftirspurnin til staðar. Og það líka eitt við vetni, vetni ólíkt raforku verður líklega ekkert miklu ódýrara til að byrja með, en við vitum alveg hvernig sú verðmyndun verður. Hún verður ekki ákveðin einhvers staðar í Mið-Austurlöndum eftir hvernig menn ætla að stýra framboð á olíu. Það bara, þú með endurnýjanlegar orku sem alltaf til staðar og þú með nóga vatni, þá getur framleitt stöðugt magn af vetni og þú veist bara hvað þetta mun kosta. Það er svona mjög jákvæðir hlutir í því að þetta, talandi Ísland og efnahaginn, þetta mun gera það að verkum að við bara bunda heimilana, hún fer ekki eftir því hvort að hvað að gerast í einhverjum olíumálum út í heimi sem enginn skilur að veit hvernig verður, heldur þetta er bara eins og heita vatnið í húsunum okkar. Það bara, þetta kostar eitthvað ákveðið og það miklu minni heldur en áður og tiltölulega svona lítið mál. Akkurat. Og talandi það, ég meina við tölum oft þetta í okkar heimi að
sko síðasta stóra svona orkubylting hjá okkur var þegar við hættum að hita húsin okkur með olíu og fórum að hita þau með heitu vatni. Og þetta þú sast svo sem ekki á þingi á þeim tíma, það var 1970, en þetta var stórt pólitískt mál. Menn voru ekkert sammála það hvort það hafi verið góð hugmynd að færa sig frá olíu yfir í jarðvarma. Þú hugsaðir í dag að þetta fáránlegt. En þetta sýnir það bara hvað hlutirnir eru oft svona eftir að hyggja sjálfsagðir, en stundum svolítið erfitt að koma þeim í gegn. Ég held að þessi orkuskipti í samgöngum, öllum samgöngum, ekki bara bílum, að það sé svona, og það er hafið með mikilli rafbílavæðingu, og hún muni leiða lengra og lengra þannig að við hættum að nota þetta jarðefnaeldsneyti og allavega í þeim mæli sem við gerum í dag. Akkurat, þetta svolítið góð punktur hjá þér, af því að ég var með iðnaðarráðherrann hér daginn sem að lýsti í þessum þætti að við ætlum að vera jarðefnaeldsneytislaus fyrir árið 2050 eða fyrstur allra þjóða. Og það er bara sem alltaf sama að segja, við ætlum að hætta að nota olíu og bensín á bílana eða faratækin, við ætlum bara að fara að nota vetni, rafmagn, metan eða eitthvað allt annað. Og þá spyr ég bara, erum við tilbúin í þetta? Hvað þurfum við að gera? Þurfum við pólitíska forystu? Þurfum við að fara í einhverja innviði? Höfum við næga orku í þetta? Getum við virkjað fyrir þetta? Getum við dreift þessu? Höfum við alla innviði? Hvar eru þröskuldarnir? Hvernig gerum við þetta bara? Já, það er hellingur eftir að gera, menn eitt af því sem að ég veit að er nú í vinnslu er einhvers konar vetnisstefna fyrir Ísland. Það er að menn, og þetta er, flesta þjóðir heims hafa gert þetta, það er að hugsa okkur spyrja þessar spurningu og leita síðan svarana. Þú færð því miður ekki öll svörunum með hvað þarf að gera, en það er alveg klárt að rafbílavæðing á Íslandi er fyrst og fremst svona mikil vegna þess að ríkið stóð við baki á þeim sem vildu fara í rafbíla. Niðurfelling á gjöldum og tollum og bílarnir sem að ætti að vera kannski 20% dýrari eru bara jafn dýrir eða ódýrari heldur en sambærilegir bílar sem að keyra á jarðefnaeldsneyti. Svona ívilnanir eru þetta gríðarlega mikilvægar. Svo þarf bara að passa sig á því að regluverki sé ekki að flækjast fyrir. Ég held að til skemmri tíma þá eigum við raforku fyrir þetta. Stórfelld vetnisvæðing á Íslandi, það er ekkert ólíklegt að við þyrftum að allavega hugsa einhverja leiðir, ég meina, er þá til raforku, getum við náð í þessa raforku? Það er ekkert mál að ná í þessa raforku, það bara, samfélagið það bara sammælst það hvað leið verður farið. Hvar getum við virkjað meira? Einhverjum munu segja hvaða stóriðjuveri getum við lokað. Ég segi alltaf hlutinir er ekkert svo einfaldir, en orkan er alltaf til. Þannig að það menn þurfa bara, við sem samfélag þurfum bara að vera sammála það hvernig við ætlum að gera þetta. Og ég meina, öll tækifærin til staðar, við höfum öll að leggjast á eitt að gera þetta okkar markmið að við verðum jarðefnaeldsneytislaus ekki 2050 heldur bara mun fyrr. Það er allt til staðar, sko. Bara ef við leggjum á stað og höfum stefnuna þangað, þá gerist þetta hraðar og þá fáum við líka örugglega fleiri til þess að þú veist að tala um erlend fyrirtæki. Já. Og við erum að tala um skólana, þannig að ef við erum algjörlega ákveðin í þessu, þá fara að koma hingað rannsóknir og mennta fólk og nýsköpunar. Þetta fylgir allt saman. Þetta er ekki bara klippt og skorið, sko. Nei, þetta eru gríðarleg tækifæri og við, talar gagnaver áðan, þetta var svona sprenging í gagnaverum 2018. Allt í einu var Ísland þekkt sem svona gagnaversland og þetta er svona snjóbolti sem byrja bara rólega og svo vindur hann upp á sig. Svo síðan var þetta ekkert alveg sama gagnaverslandið eins og menn vildu meina í upphafi, en áhuginn á landinu var gríðarlegur. Og áhuginn á einmitt vetnisframleiðslu með endurnýjanlegum orkugjöfum og eiginlega sérstaklega úr jarðvarma af einhver ástæðu er gríðarlega mikil. Það er og bara áhugi heimsins á jarðvarmanýtingu Íslands er gríðarlega mikil. Þannig að ef að við gerum þetta, förum þessa leið rétt, þá munum við klárlega vera svona land sem horft er til. Og þetta mun líka, og það leiðir af sér líka að þá eru erlend fyrirtæki viljugir til að koma einhverju, sjá einhverja lausnir, sjá svona, svona frumkvöðla hugsun og frumkvöðla hátt sem er til staðar í okkar samfélagi, þá verða svo mörg jákvæð atriði sem koma
sem eru fylgjandi því, sko. Þannig að ég held að séu gríðarleg tækifæri og við eigum að standa bara í stafni í alþjóðlegu samhengi þegar kemur að þessum orkuskiptum og ganga helst lengra en aðra þjóðir og setja okkur metnaðarfyllri markmiða því að við getum það. Við höfum þessa frábæra auðlind sem bæði jarðvarminn og allt þetta vatnsafl. Við höfum öll tækifæri til að gera þetta og við eigum að vera, við yrðum nánast fyrsta landið bara í heiminum sem var algjörlega sjálfum okkur nóg orku. Það bara tækifæri og raunhæft. Þetta búið að vera mjög fróðlegt og þetta akkurat rétti andinn eins og þú ert að enda á hérna. Þetta frábær lokaorð, þannig að ég tek þetta aðeins saman sem við erum búin að fara yfir hérna, að við séum bara í góðum málum og þetta líti ágætlega út þrátt fyrir allar jarðhræringarnar. Við höfum alla hér innviði og auðlindir og náttúruna sem að þarf til þess að gera bara þvílíku tækifærin í umhverfismálum og efnahagsmálum. Þannig að nú snýst þetta bara að við verðum öll svolítið Albertar og förum út og nýtum tækifærin. Eitt af mikilvægast sem Albert hefur kennt mér og okkur á Hás Orku að sumir tala það að hugsa út fyrir kassan. Hann spyr alltaf hvað kassi? Það engin kassi. Hætt að hugsa hennar kassa. Nákvæmlega. Hugsaði bara á leið á stað. Já, akkurat. Herðu, þetta glæsilegt. Ég þakka kærlega fyrir þetta, Jóhann, og þetta mjög fróðlegt og upplýsandi og vonandi verður þetta til þess að blása fólki svona bjartsýni í brjóst og framkvæmda hug. Takk fyrir sömuleiðis.